Já, hér svo rásinn sem rofi. Þetta bara vírinn sem við slögt og kveikt með. Við erum hér í 4,7 kV. Allt óbreytt, já, annað bara óbreytt. Við mælum spennuna yfir að 10,9 volt, spennuna hér yfir 0,1 volt og spennuna hér yfir 11,7 volt. Og lesum strömmum hérna 0,19 ampere. Síðan þurfum við að reikna núna bara til að athuga þessi rétt hjá okkur hvaða straumur inn í beisnum. Nú vorum við að hafa hann 12 meira en áðan, það var 1,1 milliampere við 90%. Við viljum hafa hann kringum 2,1 milliampere. Og við fundum út að við ætlum að hafa þetta hérna kringum 4,7 K. Og við vitum spennan yfir þetta hérna. Við vitum hvað mörg ohm. Svona, fóðum strauminn þetta. 0,021 ampere eða 2,1 milliampere. Þannig að þetta er rétt hjá okkur. Og svo ætlum við að finna hvað hann hitnar mikið. Og ástæðan fyrir að gera þetta hérna núna og setja 12 minni strauminn inn er sá að við verum að leiði alveg í botni og hann sé lítið viðnám og þá er lítið spenni yfir hann og þá hitnar ekki neitt. Og sjáðu núna er spennan hérna yfir hann, hún er bara 0,1 volt, hún er 100 millivolt. Og það sinnum straumurinn hérna 0,19 ampere er bara 0,019 watt. Þannig að hann er bara að hitna í kringum 90 milliwatt eða 0,019 watt á móti 0,65 wattum við 50% ljós áðan. Þannig að sem rofi þá setjum við inn á hann 2 watt meira en hann þarf til að leiða til að minnka viðnámið í honum svo hann hitni ekki. Þá endast þeir lengur og þá fyrir minna afli og þarf að hita. Þetta var bara transistor sem rofa. 2-falt meiri beistraumur en þarf til að leiða þann straum sem við þurfum hér. Það er svona puttareglan. Ok, takk fyrir.